Hvað er orlof og hvernig það reiknað? Orlof bara fínt orð yfir sumarfrí. Við fáum orlofsgreiðslur ofan á launin okkar til þess að fá borgað í sumarfrí eða það er reiknað orlof. Annarkvort orlofsréttur eða orlofsgreiðslur. Ef ég á föstum launum, bara í fastri vinnu allt árið og held föstu laununum mínum í sumarfríi, þá er reiknaður orlofsréttur. Eftir ég vinn meira, þá fæ ég meiri og fæ fullan rétt og það er misjafnt, þetta kjarasamningum, þetta er yfirleitt 24 dagar eða meira sem ég fæ þá í orlof í sumarfrí. Ef ég vinn aukalega, vinn yfirvinnu, þá get ég ekki fengið fleiri sumarfrísdaga út á það. Heldur fæ ég orlofsgreiðslur. Þá fæ ég að lágmarki 10,17% reiknað ofan á yfirvinnuna því að það er í raun greiðslur í sumarfríi sem ég samt fæ ekki af því ég fæ ekki fleiri daga. En ég fæ meiri laun fyrir það. Síðan er það mismunandi kjarasamningum. Þetta er svona upp í 13,1% og svo eru mismörg þrep hérna á milli eftir því sem ég vinn lengur, eftir því sem ég er eldri, þá fæ ég hærri og hærri orlofsprósentu. Ég er til dæmis komin í 13,1% og kemst ekki þar á. Og það er misjafnt hvort þetta er starfsaldur eða lífaldur sem stýrir því hvenær við færumst upp, en þetta er lágmarkið, þetta er fast í lög. Að það sem ég fæ borgað, þetta fer allt inn á sér reikning sem ég fæ ekki strax. Og þetta safnast upp í heilt ár frá 1. maí til 30. apríl. Það fæ ég borgað alltaf 11. maí. Svo það reyndar að borga skatt af þessu öllu saman líka því þetta eru bara launagreiðslur. Þannig að þeir sem að vinna mikla yfirvinnu fá alltaf smá pening 11. maí, en þeir sem fá ekki borguð laun í sumarfríi eru kannski bara óreglulegri vinnu eða alls konar og eru að fá laun, orlofun og allt saman. Þeir eru að fá náttúrulega töluvert hærri greiðslu hérna 11. maí, en það er þá hugsað sem launin þeirra í sumarfríinu því þeir fá engin laun þá. Þetta er það.